Velkomin á þennan opnum fund hjá okkur Umhverfisstofnun, þar sem kynnt verður tillaga fyrstu vatnaáætlun fyrir Ísland sem nú er í opinberri kynningu. Ég heiti Sigrún Ágústsdóttir og forstjóri Umhverfisstofnunar og með mér er verkefnahópur vatnamála sem unnið hefur að gera vatnaáætlanir í samstarfi við fjölmarga aðila undanfarin ár. Verndun vatns er samstarfsverkefni og samvinna er lykilatriði til að tryggja árangur í þessu viðamikla verkefni. Við segjum oft að við eigum besta vatn í heimi. Velkomin á þennan opnum fund. Jú, Ísland er auðugt af vatni og höfum við þar mikla sérstöðu á heimsvísu. Vatn er dýrmætasta auðlind jarðar og okkur er beinlínis skylt að standa vörð um hana. Sú vinna sem hefur verið unnin undanfarin ár er því einmitt skref í þá átt, þar sem greiningar, vöktun og rannsóknir gefa okkur mikilvægar upplýsingar fyrir ákvarðanatöku framtíðarinnar. Engin spurningar að slíkar upplýsingar gera okkur betur undirbúin. Við þurfum alltaf á vatni að halda dagsdaglega og nýtum auðlindina á margvíslegan hátt, bæði sem einstaklingar, til orkuframleiðslu, við matvælaframleiðslu og í ferðaþjónustu. Einnig nýtum við vatni sem viðtaka fyrir mengun, það þurfum að gefa því gaum. Aðgangur að hreinu vatni er lífsgæði fyrir okkur sem þjóð og ímyndarmál út af því. Þannig styður vatni grænt hagkerfi, en sömuleiðis tala markmið okkar í vatnamálum við markmið okkar í loftslagsmálum, þegar við sjáum það að aðgerðir í frárennslismálum hjálpa okkur með loftslagsmarkmiðin okkar. Þurfum að gefa því gaum. Ég hvet ykkur öll til að kynna ykkur málin, spyrja sérfræðingana hér á eftir og koma með ábendingar og tillögur inn í framtíðina. Hvað þið teljið megi betur fara, hvernig þið getið hjálpað okkur. Það er mikið verk fyrir höndum og við þurfum að hjálpa af stað. Ég láta þetta verkefni ganga vel, við látum okkur öll vatnið verða. Ég ætla að gefa orðið til Aðalbjargar Birnu, verkefnisstjóra vatnamála hér rétt á eftir við sjáum stutt myndband. Jæja, góðan daginn. Ég ætla að byrja á því að afsaka þessi tæknilegu vandræði sem hafa orðið hérna sem fyrstu 15 mínútur af þessari kynningu. Ég vona að þetta sé yfirstafið og við ætlum ekkert að hafa það neitt skemmtilegt í dag en ég ætla að sleppa öllum vídeóm sem við vorum búin að ákveða að sýna ykkur og halda bara okkur við það að kynna fyrstu vatnaáætlun Íslands. Ég heiti Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir og ég er verkefnisstjóri vatnamála hér hjá Umhverfisstofnun. Ég kem hér fram fyrir hönd verkefnishópsins sem hefur unnið að gera vatnaáætlunar í samstarfi við fjöldan allan af samstarfsaðilum og ég vil bara byrja á því að nota tækifærið og færa þeim öllum bestu þakkir fyrir gott samstarf undanfarin ár. Þessi fyrsta vatnaáætlun fyrir Ísland, hún mun taka gildi í byrjun árs 2022 og hún mun verða í gildi til ársins 2027. Það er ekki orðum aukandi en við ætlum að fara yfir nokkur praktísk atriði þar sem þið hafa öll tekið eftir því að við erum hér í fjarfundi og við ætlum að bjóða ykkur upp á það að fólk getur skilið eftir spurningar inn á spjallinu. Við erum hér og munum fylgjast með spurningunum þar inni og við munum gera okkar allra besta til þess að svara öllum spurningum sem framkoma í lok kynningar. Ef okkur tekst ekki að svara öllum spurningum hér í dag þá munum við bara taka saman svör skriflega og setja út á vefinn hjá okkur. Við höfum fullan skilning á því að það verða alltaf einhverjir sem hafa ekki tíma til þess að vera með okkur allan tíman og ég vil minna á það að kynningin hún verður aðgengileg á vef Umhverfisstofnunar, svolítið klift væntanlega vegna þess að við lentum í smá vandræðum til að byrja með og inn á vatn.is eftir að kynningu lýkur. Þessi opni fundur hann er liður í opinberri kynningu vatnaáætlunar sem er ásamt fylgiáætlun hennar, vöktunaráætlun og aðgerðaráætlun núna í opinni kynningu. Kynningin hún stendur yfir til 15. júní næstkomandi. Þar áður hefur verið til kynningar svokallað bráðabirgðayfirlit vatnaáætlunar þar sem kynnt voru einmitt efnistök þeirrar áætlunar sem við erum að kynna hér í dag. Umhverfisstofnun mun svo fara yfir allar athugasemdir, vinna úr athugasemdum og birta viðbrögð í lokaútgáfu áætlunarinnar. Við hvetjum því bara alla sem hafa hagsmuna að gæta eða láta sig vatnamál varða að senda okkur inn athugasemdir. Hvað er þessi vatnaáætlun? Með vatnaáætlun þá erum við í rauninni að setja fram stefnu stjórnvalda. Við erum að setja fram stefnu stjórnvalda í vatnamálum og þessi stefna hún inniheldur meðal annars kortleggingu á gögnum, flokkun og ákveðna greiningu á því í hvaða ástandi vatnið okkar er.
Við erum að setja fram einnig vöktun og aðgerðir til þess að geta haldið utanum og ná góðu ástandi vatns. Markmiðin eru tiltölulega skýr. Markmiðin eru þau að vernda íslenska vatnsauðlind til framtíðar. Þau eru líka að bæta ástand þeirra vistkerfa sem við finnum í vatni og að hindra frekari rýrnun vatnsgæða. Við erum líka að vinna með það að öll nýting vatns að hún verði sjálfbær og erum með sjálfbærni að leiðarljósi. Nú til þess að ná fram markmiðum að þá erum við að vinna stöðuskýrslu vatnaáætlunar og vatnaáætlun sjálfa og vöktun og aðgerðaáætlun. Nú Ísland hefur samþykkt að vinna að innleiðingu heimsmarkmiðana og þið sjáu þau hérna uppi á glærunum. Við erum að tala 2 heimsmarkmið sem falla svona aðalega að vatni. Það er heimsmarkmið 6 hreint vatn og hreinlætisaðstöðu og markmið 14 líf í vatni. Nú, með innleiðingu þessa nýja fyrirkomulags við stjórn vatnamála, þar erum við að stefna í rauninni að því að ná heildstæðri og samræmdri stýringu vatnamála þar sem að vernd og sjálfbær nýting er höfð að leiðarljósi. Vinnan byggir á mjög miklu samráði og mikilli samvinnu. Við erum að vinna með mörgum aðilum og það er eiginlega í rauninni langmikilvægast í þessari vinnu því að við okkur vantar að fá yfirlit yfir þau gögn og það þekkingu sem er til staðar allt land. Árið 2013 var sett fram álagsgreining, svokölluð stöðuskýrsla fyrir vatnasvæði Íslands. Þar vorum við að vinna í rauninni með álagsgreiningu þar sem við vorum að meta hvert væri raunverulega álag á vatn. Álagsgreiningin er þá í rauninni mat á áhættu þar sem farið er yfir og lagt mat á það hvaða álag getur haft í för með sér á vatnslot. Þar flokkum við vatn niður með tilliti til þess hvort að þau væri í hættu á að ná umhverfismarkmiðum sínum í óvissu eða bara alls ekkert í hættu. Til að staðfesta þessa álagsgreiningu gæti svo þurft að fara í vöktun eða setja fram einhverjar aðgerðir og þannig ásamt öðrum þáttum verður til áætlun og stefnumótun verndun vatns. Nú, verndun vatnsauðlindarinnar er risastórt verkefni og allir þurfa í rauninni að leggja sitt á vogarskálarnar. Málaflokkurinn hann heyrir undir umhverfis- og auðlindaráðherra en það er Umhverfisstofnun sem heldur utan innleiðinguna. Fagstofnanir hafa mjög stórt hlutverk í að byggja upp þetta kerfi sem við erum að vinna eftir. Þar má nefna til dæmis Hafrannsóknastofnun, Veðurstofu Íslands og Náttúrufræðistofnun Íslands sem hafa unnið mjög mikið verk við að byggja kerfið upp sem við erum nú að vinna eftir. Nú aðrar stjórnsýslustofnanir eins og til dæmis Orkustofnun hafa einnig haft beina aðkomu að vinnunni auk fjölda annarra stofnana bæði á beinan og óbeinan hátt. Það eru nokkrar nefndir sem eru starfandi líka á vegum stjórn vatnamála. Þar má nefna til dæmis ráðgjafarnefnd fagstofnana og eftirlitsaðila og svo hagsmunaaðila sem sitja í annarri ráðgjafarnefnd. 4 vatnasvæðanefndir eru einnig á störfum og þar sitja margir aðilar, til dæmis sveitarfélög og heilbrigðiseftirlit og nefndir aðilar frá þeim. Nú, með þessari opinberri kynningu og þá viljum við líka ná til almennings alls. Nú, til þess að í rauninni geta unnið með vatn, því eins og við vitum að þá er vatn ekki til friðs og við eigum ofboðslega mikið af vatni. Við erum mjög vatnsríkt land og eins og við sjáum hér á þessari glæru að þá er búið að skipta landinu niður í 4 vatnasvæði, vatnasvæði 1, 2, 3 og 4. Og á hverju svæði er þá starfandi ein vatnasvæði nefnd. Við tölum mikið vatnshlot. Þessar einingar sem við notum til að skipta niður vatni eru nefnd vatnshlot og hvert vatnshlot að það fær sem sagt sitt númer, svona eins konar kennitölu inn í kerfinu. Nú, eitt vatnshlot, það getur verið eins og til dæmis Mývatn er eitt vatnshlot eða það getur verið tiltekinn hluti af á, til dæmis. Nú, með því að flokka vatn niður í þessi vatnshlot eða þessar einingar, þannig náum við að vinna með auðlindina. Það eru afmörkuð tæplega 3000 vatnslot á Íslandi 2711. Nú ætla ég svona aðeins að fara ofan í hvernig kerfi virkar í grunninn. Útskýra fyrir ykkur þetta kerfi sem við erum að flokka sem sagt vatn eftir. Þetta er í rauninni mikilvægt til að skilja hvernig við getum fylgst með ástandi vatns.
Við þurfum að geta skilgreint vistfræðilegt og efnafræðilegt ástand og til þess að við getum gert það þá þurfum við að fylgjast með ákveðnum þáttum í umhverfinu. Hér í þessari töflu það sjáum við þá gæðaþætti sem við köllum sem að búa til kerfið. Ef við horfum til dæmis á fyrsta dálkinn sem að segja stöðuvötn, þar erum við með upptalningu á nokkrum líffræðilegum gæðaþáttum sem eru svifþörungar, hryggleysingjar og vatnaplöntur. Þetta eru þættirnir sem við notum til þess að fylgjast með þeim breytingum sem verða í umhverfinu af völdum álags. Til þess að geta skilið þetta ennþá betur þá langar mig að segja ykkur að það er búið að flokka allt vatn á Íslandi niður í rauninni ákveðin mengi. Og þessi mengi, við köllum það gerðir og þar erum við að finna í umhverfinu aðstæður sem eru þá sambærilegar innan hvers mengis. Þegar að verður álag á vatnsauðlindina þá taka þessi þættir breytingum. Þeir svara í rauninni álaginu. Þess vegna er mikilvægt að við séum með vel skilgreindar viðmiðunaraðstæður og hvert vatnshlot innan hverra gerðar þá hægt að bera saman við þetta viðmiðunar vatnshlot innan gerðarinnar. Allir þessi þættir, þegar við förum að vinna með þá og vakta þá segja þeir eru nokkur til heilbrigði vatnavistkerfanna eða gæði vatnsins sem við erum að vinna með. Til þess að skýra þetta enn frekar og ég vona að þið séu að fylgja mér að þá matast þessir gæðaþættir sem ég var að sýna ykkur hér áðan, þessir hér, inn í svona kerfi sem kallað í rauninni ástandsflokkunarkerfi. Þarna, þegar við fylgjumst með þessum gæðaþáttum, þá fylgjumst við með breytingunum sem verða og þá getum við sagt til hvort að vatnið sé í mjög góðu eða góðu ástandi. Og umhverfismarkmiðin eru alltaf þau að vatn það á að vera í mjög góðu eða góðu ástandi, sem sagt þarna fyrir ofan línuna sem búið að draga. Þarna erum við að fylgjast með þá vistfræðilega ástandi, við erum að fylgjast með efnafræðilega ástandi sem eru þá ákveðin efni sem eru mæld í vatni og svo fyrir grunnvatn, það kerfi sem aðeins öðruvísi, að þá erum við að fylgjast bæði með efnafræðilega ástandi og svo ákveðinni magnstöðu. Þannig umhverfismarkmiðin eru að allt vatn það á að vera í góðu eða mjög góðu ástandi og það má ekki fella gæðin flokk. Svo eru einhver vatnshlot sem hafa orðið fyrir miklum breytingum af mannavöldum. Þau eru í rauninni sett í ákveðið kerfi til hliðar og það unnið með þau sérstaklega. Þar erum við ekki að horfa á vistfræðilegt ástand heldur erum við að horfa á aðra skilgreiningu sem við köllum vistmegin. Mikið breytt vatnshlot akkúrat vatnshlot sem hefur þá tekið verulegum breytingum og það nær þá ekki góðu vistfræðilegu ástandi. Við erum að nota í rauninni sömu þætti til þess að meta slík vatnshlot en það annars skali. Við erum að vinna núna að því að vinna áfram með skilgreininguna og aðferðafræðina til þess að geta rauninni álagsgreint slík vatnshlot. Fyrsta skýrslan liggur nú þegar fyrir og ég bara mæli með að kíkja á vatn.is í skýrslur en þar liggur fyrir skýrsla fagstofnana þar sem farið ofan í þessa skilgreiningar og aðferðafræði og eru sett fram tillögur eða frumlisti af þeim vatnslotum sem getur flokkast sem slík. Við byrjuðum á því að vinna með vatnsaflsvirkjanir sem stærri en 10 megavött í uppsettu afli þar sem að vatnsaflsvirkjanir eru væntanlega sá álagsþáttur sem að mun verða einna fyrirferðan mestur í álagsgreiningu á vatnsformfræðilegu álagi. Ef við förum til aðeins tilbaka og horfum á álagsgreininguna sem var unnin árið 2013, að við nánari greiningu þá sjáum við að það margs konar umsvif sem geta valdið álagi. Og hér höfum við sett upp þá 6 flokka sem eru svona einna fyrirferðarmestir í álagi á Íslandi. Ef við byrjum bara á fráveitu og þéttbýli, að þá eru ýmis efni sem geta leynst í fráveituvatni sem geta valdið álagi á vatn og á umhverfið í umhverfi vatns. Við erum með þessi
þessi efni sem eru næringarefni, við erum með plastagnir, við erum með lyfjaleifar, en það einnig mörg önnur hættuleg efni og efnasambönd sem geta borist út í fráveituvatn. Að sama skapi þá erum við með efni frá þéttbýli sem enda út í umhverfinu með ofanvatni eða í gegnum fráveitulagnir. Álag frá gömlum urðunarstöðum einnig að finna í þéttbýli og einnig erum við að sjá að á sumum stöðum ófullnægjandi geymsla á hættulegum efnum sem geta valdið því að efni fari út í umhverfi frá fráveitu og frá þéttbýli. Nú, vatnstaka, nýting á grunnvatni. Ísland mjög ríkt af grunnvatni og við tökum töluvert mikið upp af vatni til neysluvatnstöku en einnig erum við að nýta grunnvatni okkar til matvælaframleiðslu og til orkunýtingar. Þannig að þetta einn álagsþáttur. Vatnsformfræðilegt álag, hvað nú það? Jú, vatnsformfræðilegt álag, það eru breytingar, margs konar breytingar sem geta orðið í tengslum við framkvæmdir. Við getum verið með breytingar á árfarvegum í tengslum við vatnsaflsvirkjanir, við getum verið með efnistöku til dæmis í ám, við getum verið með flóðavarnargarða, hindranir, ræsi og stíflur. Það eru margs konar framkvæmdir sem geta haft áhrif á vatnsformfræðina. Svo erum við náttúrulega með fráveitu frá iðnaði líka, við erum með iðnað sem að skila efnum út í umhverfið í gegnum fráveitu frá iðnaði. Það getur verið ýmiss konar efni og við höfum verið að fylgjast með þeim til dæmis í gegnum svokallaða forgangsefnavöktun. En það eru svona efnasambönd sem eru tengd framleiðsluferlum. Svo erum við með fiskeldi og fiskeldi mikil sókn á Íslandi og þar það, já, til mestu leyti það næringarefni, en svo líka til að það sé verið að nota lyf í fiskeldi til varnar laxalús, en að sama skapi þá líka koparnotkun þó nokkuð til þess að þrífa nætur ásætu efni, til að taka ásætur á nótum. Landbúnaður svo í rauninni seinasti álagsþátturinn, en þar höfum við svona stigið fyrstu skrefin að greina álag frá landbúnaði. Þar að ræða að mestmegnis næringarefni sem getur komið frá landbúnaði, en einnig geti þarna verið líka lyfjanotkun og varnarefni. Nú, þetta eru þessir álagsflokkar sem við erum svo að vinna með í gegnum aðgerðirnar okkar í aðgerðaáætlun og munum fara yfir á eftir. Nú, bara til að sýna ykkur aðeins hver staðan í dag, eins og ég sagði áðan að þá erum við að vinna með þennan grunn sem við fengum í gegnum álagsgreininguna sem vatnslotin voru flokkuð ýmist ekki í hættu, í óvissu eða í hættu. Og hérna sjáum við kort af þeim vatnslotum sem voru þá sett í óvissu eða í hættu. Þessi gulu eru þau sem voru metin í óvissu og þessi rauðu, þarna tvær doppur, það eru vatnslotin okkar sem voru metin í hættu. Nú, álagsgreiningin var gerð 2013 en undanfarin ár hafa bæst við töluvert mikið af upplýsingum, þannig að við höfum verið svona endurmeta álagsgreininguna undanfarin ár og það alveg ljóst að það þarf að vinna töluvera grunnvinnu til að byggja kerfið upp og greina áfram ástand. Nú, þessi tvö vatnslot sem voru metin í hættu og ná ekki umhverfismarkmiðum sínum, að þau voru Tjörnin í Reykjavík og Rosshvalanes 2 sem grunnvatnslot. Og eins og ég sagði áðan, það voru 18 vatnslot sem voru skilgreind í óvissu, þar á meðal Mývatn og Þingvallavatn. Nú, bara til að fara aðeins ofan í þessi tvö vatnslot sem voru skilgreind í hættu á að ná ekki umhverfismarkmiðum sínum. Tjörnin í Reykjavík var annað þeirra vatnslota, hún var metin í hættu í álagsgreiningu. Þannig að við settum af stað strax svokallaða forgangsefnavöktun þar sem við erum að fylgjast með hættulegum efnum sem geta safnast upp í vötnum og í lífríkinu. Og sú vöktun hún leiddi í ljós og staðfesti í rauninni þessa áhættugreiningu sem var gerð á sínum tíma slæmt efnafræðilegt ástand. Og það voru 3 efni sem við fundum yfir mörkum. Það eru þessi efni sem að sjá hér, það eru PFOS, það eru flúorantin og það eru bensópíren. Og PFOS-efni finnast til dæmis í slökkvifroði og afísingavökvum. Flúorantin og bensópíren eru efni sem að losna við bruna eldsneytis og geta líka fundist í tjöru.
Og þetta eru allt saman efni sem við viljum ekkert hafa í umhverfinu okkar og við þurfum að fylgjast mjög grannt með og safnast upp og geta valdið ýmiss konar neikvæðum áhrifum í lífverum. Nú það var fjöldi annarra efna sem greindust einnig í tjörninni en þau voru öll undir umhverfismörkum. Nú við fórum líka í það að skima fyrir lyfjaleyfum og við fundum lyfjaleifar í tjörninni. Við fundum þessi efni hér sem eru talin upp og þetta eru sýklalyf og kynhormón og flogaveikilyf, diklófenak til dæmis sem bólgueyðandi. Og svo fundum við líka sýklalyfi ónæmir eða greindust sýklalyfi ónæmi bakteríur einnig í vatnssýnunum úr tjörninni. Nú það alveg ljóst að tjörnin undir miklu álagi og það að berast í hana dreifð mengun frá þéttbýli, væntanlega gegnum ofanvatn, en miðað við það að við erum líka að finna lyfjaleifar í þessum vatnssýnum og þá nokkuð ljóst að það skólp líka berast út í vatnslotið. Nú við erum að vinna bara áfram með það að greina ástandið, hver í rauninni uppruni þessara efna, hvaðan þau nákvæmlega að koma þannig að það sé hægt að taka í rauninni ákvarðanir næstu skref og það hefur verið starfandi vinnuhópur núna undanfarna mánuði á vegum Umhverfisstofnunar og Reykjavíkurborgar og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, það sem verið að fara ofan í þessar niðurstöður og munu leggja fram tillögur að frekari aðgerðum. Nú Rosshvalahneis 2, það hitt vatnslotið sem var metið í hættu á sínum tíma í gegnum álagsgreiningu. Nú efnamælingar sýndu að þetta grunnvatnslot sem að finna upp á Miðnesheiði undir til dæmis flugvellinum í Keflavík, efnamælingar voru að sýna að það eru ýmis efni sem að hafa leitað þarna ofan í grunnvatnið. Ýmsar mælingar hafa verið gerðar í gegnum árin og efnamælingarnar við gömlu urðunarstaðina til dæmis á Stafnesi og við Smiðjutröð í Ásbrú sýna að það eru ýmsir þungmálmar, forgangsefni og önnur efni sem að menga grunnvatn. Nú þarna hafa líka fundist járn og þungmálmar sem hafa mælst í holum og í grennd við gamla urðunarstaði eða staði þar sem mengun var í rauninni áður nokkuð þekkt fyrir. Það ennþá að finna töluverða mengun á þessu svæði sem líka rækin til starfsemi varnarliðsins og það mestu að ræða lífræn leysiefni. Nú vöktun undir stjórn vatnamála, heildstæð vöktun í vatnslotunni hefur ekki enn hafist, það ennþá verið að útfæra slíka vöktun, þannig að vatnslotið í rauninni ennþá bara metið í hættu út frá þeirri álagsgreiningu sem var sett fram á sínum tíma og það þarf að fara sem sagt í svokallaða yfirlitsvöktun þannig til þess að staðfesta þá þetta ástand. Nú að samanskapi hér eins og í tjörninni Reykjavík að þar erum við að vinna með heilbrigðiseftirliti á svæðinu og að greina í rauninni þannig uppruna, útfæra vöktun og svo mögulega ráðstafanir. Einnig létum við vinna úttekt á vegum ISOR sem að gefur svona heildar yfirlit yfir vatnslotið og út frá því munum við stíga næstu skref varðandi aðgerðir og vöktun í Rosshvalanesi. Ég ætla bara að renna mig strax yfir í aðgerðaáætlun og fara aðeins yfir þessi helstu atriði sem við erum að setja fram í þeirri áætlun sem hefur sama gildistíma og vatnaáætlun til ársins 2027. Og eins og ég sagði áðan þá stefnumótun vatnaáætlunar sem miðar að því að koma í veg fyrir þessi hnignun vatnsgæða. Við viljum ekki að rýra þau vatnsgæði sem við höfum og að bæta þó ástand þeirra vatnavistkerfa sem ná ekki að minnsta kosti góðu ástandi. Nú til þess að þessi vatnslot ná umhverfismarkmiðum sínum að vera í góðu eða mjög góðu ástandi, þá þurfum við að stýra því álagi sem beinist af vatni og draga úr því markvisst. Og til að ná þessum markmiðum, þá erum við akkurat að vinna aðgerðaáætlun sem miða þó að því að vatn á Íslandi njóti heildstæðrar verndar. Aðgerðaáætlun í rauninni listi ráðstafana sem eiga þá að koma í veg fyrir að vatnsgæði rýrni. Nú við höfum sett fram 60 aðgerðir í aðgerðaáætlun sem skiptast í 6 málaflokka. Umhverfisstofnun heldur utan framgang þessara aðgerða í samstarfi við þá skilgreinda ábyrgðaraðila og við munum upplýsa stöðu þeirra eftir því sem fram líður.
Ég ætla að byrja á því að fara yfir þær aðgerðir sem eru settar fram í aðgerðaáætlun hvað varðar fráveitumál. Þetta í rauninni langstærstu aðgerðirnar sem farið af stað með og miða að því að hreinsa fráveituvatn á landsvísu. Það sem við ætlum að gera í rauninni að vinna með þeim aðilum sem að fráveitumálum standa að forgangsraða framkvæmdum all land með það markmiði að kröfur, reglugerðar skólp, að þær kröfur verði uppfylltar, að rétt hreinsun verði komið á all land. Við höfum skilgreint þegar aðgerðir fyrir sveitarfélög þar sem vatnslot hafa í rauninni verið flokkuð í óvissu vegna losunar á skólpi og vegna þess að kröfur hreinsun ekki uppfylltar og þetta einhver 7 sveitarfélög sem við erum að vinna með núna í gegnum aðgerðaáætlun. Rétt að vekja athygli á því að mótframlag úr ríkissjóði sem nemur hlutdeild í kostnaði sveitarfélaga til framkvæmdanna talar saman við þessar aðgerðir. Fyrir utan það að vinna að þessum aðgerðum að uppfylla reglugerðum fráveitur og skólp, að þá verður einnig unnið að því að koma öllum þeim fráveitum sem eru starfandi og þeim fráveitum sem munu þurfa að fara í gegnum aukna hreinsun að gefa út starfsleyfi fyrir þær og koma rauninni á samræmdri vöktun all land í þeim viðtökum, í þeim vatnslotum sem eru að taka við mengun í gegnum fráveitur. Þannig að við getum fylgst með þessum áhrifum út í vatnslotinu. Við munum gefa út leiðbeiningar meðal annars mælingar og vöktun en einnig flokkun svæða og fyrir minni fráveitur. Hér að sjálfsögðu fyrir séð heilmikið samstarf bæði milli ríkis og sveitarfélaga og heilbrigðisnefnda en einnig við veitufyrirtækin sjálf. Einn málaflokkurinn að setja í rauninni fram aðgerðir fyrir vatnslot sem eru í hættu og við höfum farið yfir að við erum með Tjörnina og Roskvaldanes 2 sem vatnslot í hættu og hefur hættan verið staðfestur í Tjörninni Reykjavík. Og þarna erum við að setja fram aðgerðir sem miða í rauninni að því að greina frekar ástand vatnslotana og uppruna mengunarinnar. Og í framhaldinu þarf að koma á skipulagðri vöktun og setja fram í rauninni ráðstafanir í samræmi þá við uppruna mengunar og áhrif hennar á lífríkið og á það vatnslot eins og í Roskvaldanes 2. Þau eru náttúrulega mjög ólík í eðli sínu þessi 2 vatnslot. Það er erfitt að tala það í sömu andrá. Þar sem þú ert með grunnvatn annars vegar og svo stöðuvatnslot hins vegar. En hér að sama skapi, hér þarf að koma sterkt inn samstarf á milli ríkis og sveitarfélaga og heilbrigðisnefnda og eftirlita og svo þeirra fyrirtækja í rauninni sem eru að losa þá í viðtaka eða á yfirborði þar sem þú ert með grunnvatnslot undir og mengunin seytlar þar út. Við setjum líka fram aðgerðir sem við teljum að þurfi að klára á þessu tímabili sem umræði 2022-2027 og þessar aðgerðir snúa í rauninni að innleiðingu á hinum ýmsu verkþáttum sem á eftir að vinna til þess að kerfið nái að skila af sér því sem það á að skila af sér. Við þurftum að forgangsraða mjög stíft þegar við byrjuðum að innleiða lögin og við gerum okkur strax grein fyrir því að það yrðu margir verkþættir sem yrði að bíða með og vinna áfram með í gegnum tímabilið 2022-2027. Þær aðgerðir sem við setjum fram snúa meðal annars að því að halda áfram með álagsgreininguna og þarna einna helst að ræða þetta vatnsformfræðilega álag sem þarf að vinna með. Það álagi frá vatnsaflsvirkjunum, það álag af framkvæmdum við vegagerð, það álag við framleiðslu votlendis og svo framvegis. Einnig þurfum við að vinna því betur að fá svokallega yfirsýn, ef svo má segja, yfir grunnvatnsauðlindina. Hérna þarf að hafa í huga að við erum bæði með kalt grunnvatn og svo heita grunnvatnið og verið að nýta auðlindina á margvíslegan hátt og stjórnsýslan töluvert dreifð þegar kemur á grunnvatninu og þarna eru settar fram nokkrar aðgerðir varðandi það að vinna með grunnvatnið á heildstæðan hátt.
Einnig setjum við fram aðgerðir snúa að því að afla fleiri upplýsinga á landsvísu. Það töluvert til af upplýsingum en það þarf náttúrulega að sækja þær og það þarf að vinna með þær og greina þær þannig að það hægt að nýta þær inn í kerfið. Ágengar framandi tegundir er akkurat málaflokkur sem að tengist mjög mikið og núna seinustu árum enn meira inn í vatnamálin. En hér erum við að vinna með okkar rannsóknarstofnunum að kortleggja útbreiðslu og sjá fyrir hvaða áhrif þessar ágengu framandi tegundir geta haft á vistfræðilegt ástand í vötnum. Nú ásamt því að setja fram vöktunaráætlun þá setjum við líka fram í aðgerðaráætlun nokkrar aðgerðir snúa að vöktuninni sjálfri. Og það þá í rauninni mestmegnis settar fram aðgerðir sem að snúa þá að í rauninni undirbúning vöktunar sem fer á tímabilinu. Vöktun er flókið og mikið verkefni og það þarf að undirbúa vöktunina vel, bæði með þeim rannsóknaraðilum og vöktunaraðilum sem koma til með að vakta. En einnig bara með þeim fyrirtækjum og aðilum sem að munu koma til með að fá á sér kröfur vöktun. Það þarf að kynna þetta vel og setja fram áætlun hvernig við ætlum að gera þetta. Undirbúningur á útfærslum vöktunaráætlana vegna vöktunarmagnstöðu erum við að vinna með, en einnig erum við að vinna með aðferð og verklýsingar vegna annars konar vöktunar sem þarf að fara af stað. Það vegna efnamengunar í seti og svo í lífverum sjálfum. Þessi efni geta hlaðist upp í lífverum og þessu þarf að fylgjast með. Nú einnig punktur sem að tengist þessum punkti áðan að það grunnvatnið okkar sem þessi stóra auðlind sem að við þurfum að kortleggja aðeins betur hlutverk og ábyrgð og samræma svo vöktun þegar kemur að vöktun á neysluvatni. En þessi vöktun aðallega á ábyrgð heilbrigðiseftirlita í dag. Nú svo setjum við fram líka nokkrar aðgerðir sem snúa að fræðslu og svo leiðbeiningum annars konar. Við erum að stefna því að koma á fræðslu og virkja almenning umhverfisvænni hegðun. Þetta líka tengt við það álag sem við sjáum og höfum verið að greina, til dæmis umgengni við lyf, þar sem við erum að finna töluvert af lyfjaleifum í vatnslotum að þá mikilvægt að koma upplýsingu til almennings hvernig það getur umgengist lyf á umhverfisvænan hátt. Nú bílþvottar við hús eitthvað sem við höfum fengið ábendingar að væri mikilvægt að koma á og við bregðumst við því með að setja fram þarna aðgerð. Og einnig viljum við koma á fræðslu lífrænar varnir, en þetta líka í tengslum við þau efni sem við höfum verið að finna í vöktun. Samstarfsvettvangur við hagsmunaaðila, við erum að hefja þessa vinnu að vinna áframhaldandi greiningu á álagi frá landbúnaði og hér mikilvægt að koma á tengingu við eins og bændastéttina og það aðgerð sem miðar að því. Ráðstefnur og málþingum vatna og fráveitumál, við viljum vera bara með það reglulega á dagskrá að koma og segja ykkur frá hver gangurinn í málaflokknum. Og svo stefnt á það árið 2022 að Ísland stýri norrænni vatnaráðstefnu þar sem að tekið verður á helstu áskorunum í vatnastjórnun á Norðurlöndum. Seinasti málaflokkurinn í rauninni aðgerðir snúa að stjórnsýslu. Hér aðgerðir sem miða að því að innleiða málaflokkin í rauninni inn í þau starfsleyfi þeirra fyrirtækja sem eru að vinna með vatnsauðlindina eða leggja álag á vatnsauðlindina. Og hér mikilvægt að við endurskoðun leyfa og líka við gerð nýrra leyfa að þá séu innleiddar þessar kröfur vöktun, mótvægisaðgerðir og eftirlit. Nú það ábyrgð stjórnvalda sem gefa út leyfi til framkvæmda eða til starfsemi sem hefur þá í för með sér álag á vatnsauðlindina að innleiða slíkar kröfur. Í samhengi við þetta þá munum við vinna líka að endurskoðun leiðbeininga
greina reglugerðir og ábyrgðarskiptingu þannig að þetta gangi allt fyrir sig eins og það á að ganga fyrir sig. Þannig að réttir aðilar sé að vinna með þær kröfur sem að eiga að innleiðast inn í framkvæmdaleyfi og starfsleyfi fyrir starfsemi sem hefur í för með sér álag. Mér langar líka að benda á að við setjum fram eina aðgerð sem að miðar að því að gera hagfræðilega greiningu á vatnsnotkun og þar eru við að horfa á stórnotendur vatns. Þannig að þarna sé farið af stað með greiningu sem að var í rauninni gerð árið 2011 og unnið áfram með hana með áherslu á stórnotendur. Já. Mér langaði líka að segja ykkur aðeins frá því og koma aðeins inn að það sem að Sigrún sagði líka í sínu erindi þegar hún setti fundin að vatnamál, þau eru líka loftslagsmál. Og þegar við vorum að vinna að aðgerðaáætlun þá var mikilvægt að greina aðeins hvaða áhrif loftslagsbreytingar hafa bæði á þá vatnaumhverfið en líka öfugt, hvaða áhrif hafa aðgerðirnar okkar á loftslagsmál eða losun. Og þetta getur gengið í báðar áttir og auðvitað mikilvægt að þær aðgerðir sem við erum að fara í að þær hafi ekki neikvæð áhrif á umhverfið annars staðar. Þannig að við létum gera greiningu þar sem skoðuð voru í rauninni möguleg áhrif þeirra aðgerða sem við erum að leggja hér fram og við skoðuðum fráveitu aðgerðirnar okkar. Og við komumst að því að vatnamál eru svo sannarlega líka loftslagsmál vegna þess að það kemur í ljós í þessari greiningu sem er að finna líka á heimasíðu okkar og inn á vatn.is og unnin af Eflu verkfræðistofu að með aukinni hreinsun fráveituvatns að þá erum við að draga saman losun á gróðurhúsalofttegundum. Og ekki bara það að með því að auka hreinsun fráveituvatns að þá erum við líka að ná í mikilvæg næringarefni í seyrunni sem við þá hægt að nýta með markvissari hætti, til dæmis með landgræðslu. Nú það er talið að miðað við núverandi losun á fráveituvatni að þá sé losun koltvísýringsígildi á ári það bil 30.000 tonn og það væri hægt að draga umtalsvert úr þeirri losun með því að auka hreinsun á fráveituvatni og nýta svo seyruna sem áburð og einnig væri hægt þá að minnka innflutning á tilbúnum áburði. Þannig að þetta er svona eins og maður segir á slæmri íslensku win-win situation. Hér kemur vídeó sem ég ætla að sýna en þú er ekki að sýna þannig ég ætla bara að fara í næstu glæru. Það er mikilvægt að við þekkjum og fylgjumst með ástandi vatns eins og við erum búin að koma inn á. Þess vegna er sett fram vöktunaráætlun til þess að reyna að ná þessum markmiðum okkar að ná utan vatnsauðlindina og vernda hana til framtíðar. Vöktunaráætlun gildir eins og hinar tvær áætlanirnar frá 2022 til 2027 og Umhverfisstofnun setur fram þessa áætlun vöktun en áætlun vöktunina hefur verið unnin í samvinnu við fagstofnanir og hefur verið nú þegar kynnt þeim nefndum og ráðum sem eru starfandi. Nú það sem við erum að gera er fyrst og fremst að reyna að samræma núverandi vöktun í landinu eins og hægt er. Mikilvægt að ná utanum þær upplýsingar og þau gögn sem eru til nú þegar, bæði til þess að búa til kerfi og líka til þess að átta sig á hvað það er sem þarf að vakta betur. Nú, við erum alltaf að vinna eftir staðlaðri aðferðafræði til þess að tryggja samanburðarhæfni og þetta er mikilvægt líka vegna þess að með því að vinna eftir samræmdum aðferðafræðum að þá getum við borið okkur saman við önnur lönd. Þannig að þegar við fáum niðurstöðu vöktunar og ástandi varpast út í upplýsingakerfi sem við erum að setja upp út í vefsjána, að þá getum við sagt, já ok, niðurstöðu vöktunar að sýna okkur að þetta vatn hér, að það er í góð ástandi, að sama skapi hafa aðrar Evrópuþjóðir búið til sitt kerfi sem eru þá með sömu niðurstöður og þannig getum við borið saman. Nú, framkvæmd vöktunarinnar, hún fer í sjálfu sér eftir tilgangi vöktunar.
Það eru stofnanir ríkisins sem koma að því að framkvæma vöktun sem að kallast vöktun á viðmiðunarástandi. Svo það sveitarfélög og heilbrigðiseftirlit sem að koma einnig inn í það að fara og vakta með okkur. Ég útskýri þetta aðeins betur á eftir. En síðan það náttúrulega líka fyrirtækin sem nýta auðlindina sem að fá þá kröfur í gegnum sín leyfi til þess að sem að skila þá inn niðurstöðum úr sinni vöktun og geta þá sýnt fram á það að þau séu ekki að ganga of á auðlindina. Nú þegar hefur farið fram vöktun þó svo að vatnaáætlun hafi ekki tekið formulega gildi. Við brugðumst í rauninni strax við því þegar að við sáum að Mývatn og Þingvallavatn voru í óvissu, þessi 2 dýrmætu vötn okkar. Þannig það hefur verið sett af stað vöktun í Mývatni og í Þingvallavatni og þarna unnið að því að nýta bæði þá vöktun sem hefur verið í gangi áraraðir í þessum 2 vötnum en jafnframt bætt við þeim gæðaþáttum sem við fórum yfir áðan til þess að við getum sagt til hvert raunverulegt vistfræðilegt ástand þessara 2 vatna. Nú, við höfum líka hafið skimanir á svokölluðum vaktlista Evrópusambandsins þar sem við erum að skima fyrir lyfja- og varnarefnum í nokkrum vatnslotum. Nú við höfum fundið töluvert af efnum í þessum skimunum og eins og ég fór yfir áðan til dæmis í Tjörninni að þá fundum við 4 efni af 16 á vaktlistanum en 15 efni af svokölluðum sænskum vaktlista. Og öll efnin sem við erum að finna í okkar vatnslotum eru lyfjaleifar. Við höfum ekki fundið þessi varnarefni sem eru á þessum listum hjá okkur. Þannig að það eru lyfjaleifarnar sem að standa út af þessum listum í íslensku vatnaumhverfi. Nú einnig fórum við í það að mæla forgangsefni víðsvegar land. Það var tekið í rauninni heilt ár þar sem við fórum í 12 eða 13 vatnslot og fylgdust með hvort við værum að finna þessi 45 efni eða efnasambönd sem eru hættuleg vatnaumhverfinu. Og helstu niðurstöður úr þeirri vöktun svo sem ég sagði okkur frá í Tjörninni að þar að finnast þessi efni sem að fóru yfir umhverfismörk. Nú mér langar að sýna ykkur bara aðeins hvernig vöktunin lítur út eins og hún sett fram í vöktunaráætlun. Hér erum við með kort af stöðuvötnunum sem við erum að gera áætlun að verði vöktuð hið svokallaða þessi svokölluðu viðmiðunarvatnslot og þetta eru þá í rauninni þau stöðuvatnslot sem við munum fylgjast með viðmiðunarástandi. Við tölum þessi mengi vatna sem að hafa í rauninni sambærilega eiginleika. Hvert mengi að það hefur þá 1 til 2 viðmiðunarvatnslot innan sinna raða. Þannig að öll vatnslot sem innan mengisins að þau eiga sitt viðmiðunarvatnslot sem þú getur þá borið saman við viðmiðunarástandi til þess að segja til álagið. Nú, Mývatn og Þingvallavatn voru mitt í óvissu, hún búin að segja það og Tjörnin Reykjavík, hún í slæmu efnafræðilegu ástandi. Nú, hér kort yfir straumvötnin sem lagt upp með að vakta. Sama hér upp á teningnum að flest þessi vatnslot eru svokölluð viðmiðunarvatnslot sem við erum að fylgjast með í rauninni grunnástandinu og svo erum við með Kópavogslæk þarna inni líka sem að þjónar í rauninni þeim tilgangi bæði að fylgjast með álaginu og til þess að þróa í rauninni aðferðir sem við þurfum að vinna með til þess að greina mörkin á milli góðs og slæms ástands. Hérna sjáum við strandsjóin og þessi vatnslot eru líka öll svokölluð viðmiðunarvatnslot en þau þjóna líka margvíslegum öðrum tilgangi þannig að við erum að nýta þessi vatnslot til þess að bæði að þróa aðferðirnar og til þess að fylgjast með þessu viðmiðunar ástandinu. Hér sjáum við grunnvatnslotin. Eins og tölum áðan að Rosskólanes 2 var metið í hættu og hér verið að vinna að vöktunaráætlun fyrir það. Stór Reykjavíkur vatnslotið, það var metið í óvissu en það
enda það undir margvíslegu álagi og það þarf að skoða svolítið hvað nákvæmlega gerast í því vatnsfloti eins og leitni mengunarefna og annað. Og svo erum við með skjaldbreið hér inni en það vatnsflot sem nú þegar í vöktun og við fáum upplýsingar úr því en það þarf að skoða með að bæta við þá vöktun til þess að við getum uppfyllt kröfurnar sem stjórn vatnamála setur fram. Nú hér eins og annars staðar þá náttúrulega eðlilegt að sá sem að leggur álag á auðlindina að hann fái þær kröfur á sig í gegnum leyfi og við erum með magnstöðu sem að mun koma til með að verða í rauninni sótt í gegnum fyrirtæki, leyfi þeirra fyrirtækja sem þá að nýta grunnvatnsauðlindina og það á eftir að útfæra það betur. Aðferðafræði hefur verið unnin, eða tillögur aðferðafræði hafa komið fram og það er ein af þeim skýrslum sem að finna einmitt inn á vatn.is og var unnið af Veðurstofu Íslands. Nú bara til að taka þetta aðeins saman það sem við höfum verið að fara yfir hér í dag að þá erum við að setja fram hér tillögu að vatnaáætlunum með sínum fylgiáætlunum og vatnaáætlun hún tekur gildi, það er gert ráð fyrir að hún taki gildi bara snemma árið 2022 og muni þá gilda til loka árs 2027 og þá í rauninni byrjar bara annar vatnahringur. Og þessir vatnahringir þeir ná yfir 6 ára tímabil og við erum alltaf að vinna með það í rauninni að endurmeta kerfið, ná í upplýsingar, meta álagið, hefur eitthvað bæst við, hefur dregið úr einhverju álagi, hvernig eru vatnsflotin að vinna með þessi í rauninni það álag sem á þau sett, eru það að ná umhverfismarkmiðum sínum, er útlit fyrir að þið náist ekki, þurfum við að vakta, hver eru niðurstöður vöktunar, þarf að fara í aðgerðir, er hægt að ljúka aðgerðum. Og út frá þessum þáttum öllum saman að þá verður til þessi áætlanagerð fyrir þá vatnsflotin okkar. Bara til að draga aðeins saman að sko vatnaáætlun, það getur kannski verið erfitt fyrir Jón og Gunnu að tengja við slíka stefnumótun en þetta er mikilvægt, þetta er mikilvægt að vera almenning. Við tölum oft það að Ísland við eigum besta vatn í heimi og það getur bara vel verið að það sé alveg dagsatt og við eigum óbúslega mikið af vatni og yfir höfuð að þá kannski ekki umtalsvert álag, allavega ekki hvað varðar mengun og mengunarefni. En þó erum við að sjá það í þessum greiningarvinnum að það eru tiltekin vatnsflot sem eru undir meira álagi heldur en önnur. Og við þurfum að vinna með það. Með því að gera þetta svona þá getum við akkurat borið okkur saman við önnur lönd og þá gætum við með vissu sagt já við eigum besta vatn í heimi. Nú vatn er ein dýrmætasta auðlind jarðar og er náttúrulega forsenda alls og það eru bara óbúslega mikið lífsgæði fólkin í því að eiga mikið af hreinu vatni. Þetta kerfi það miðar að þátttöku alls samfélagsins, vatnið er allstaðar og við erum endilega við viljum kalla eftir því frá almenningi að það láta okkur vita hvernig er ástand vatns í sínu nær umhverfi. Teljið þið að sé einhverjar fleiri aðgerðir sem væri fýsilegt að fara í. Endilega að setja það niður fyrir sig og hugsa eins hvað get ég gert til þess að vernda þessa auðlind. Við setjum fram nokkrar aðgerðir í aðgerðaáætlun til þess að miða að fræðslu til almennings og í gegnum það erum við að vonast til þess að fá ábendingar og tillögur frá ykkur til þess að við getum unnið áfram með. Og það er bara mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að auðlindin er takmörkuð og það að við vinnum öll að því að skila henni af okkur í sama eða betra ástandi til komandi kynslóða. Nú vatnamálin er ekki síður mikilvæg fyrir fyrirtækin en með þessu kerfi að þá erum við að vinna með það að auðlindin sé nýtt á sjálfbæran hátt og við séum að vernda hana til framtíðar. Nú þetta vinnur með grænu hagkerfi. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að geta sýnt fram á það að þau fyrirtæki sem eru að nýta viðtakan eða nýta vatn sem auðlind að þau geti sýnt fram að það sé ekki að ganga of á auðlindina. Geti sýnt fram á að viðtakin sé í góðu lagi.
Og það ýmiss konar atvinnugreinar sem að vinna beint með vatn. Við getum nefnt ferðaþjónustuna sem gerir út á það að hér sé heilnæmt umhverfi, falleg náttúra. Við erum með sjávarútveginn sem dregur fisk úr sjó, við erum með fiskeldið og við erum með landbúnaðinn. Og þetta byggir allt saman á því að þessir aðilar geti sýnt fram á það að við séum með auðlind sem að við séum ekki að ganga og á. Nú einnig styður þetta vissa umhverfisvottanir og það að fyrirtæki geti sýnt og beint í út til þeirra sem að kaupa til dæmis vörur, sjávarútvegsvörur eða aðra vörur sem byggja á einmitt nýtingu vatns að það sé til staðar einhver aðili sem fylgist með því að það sé ekki verið að ganga of á auðlindina. Við fáum samanburð við önnur lönd, það mikilvægt. Og það styður við ímynd Íslands að vatnið okkar sé í góðu lagi. Nú eins og sögðum áðan að þá stefnan sú að sá sem að vinna með auðlindina að hann fái þá kröfur á sig að sýna fram á að vatnið sé ekki að falla flokk og sé mjög góðu ástandi. Nú að endingu þá vil ég líka segja að kerfið að sjálfsögðu líka mikilvægt fyrir stjórnsýsluna. Þetta kerfi setur fram ramma í kringum stjórnsýslu vatns, setur vatn svolítið saman öllu málefni sem að lúta vatni. Við fáum heildar yfirsýn yfir hana og það verður til í rauninni ákveðin samþætting á stjórnsýslu vatns. Þetta skerpir á hlutverkaskiptingu og ábyrgð þeirra aðila sem að eiga að sjá til þess að kröfur og eftirlit og vöktun fari fram. Og það sem ekki síst mikilvægt að gögn vatn verði gerð aðgengileg og inn í kerfi þar sem að bæði almenningur og stjórnvöld geta fundið allar þær upplýsingar sem það þurfa. Þetta styrkir að sjálfsögðu ákvarðanatöku og eykur líkurnar á því að stefnumörkun vatnsvernd rati inn í þær áætlanir og þær áætlanir sem eru bæði gerðar af ríki og sveitarfélögum. Þetta var seinasta glæran og nú ég að hugsa hvort að við getum gert það tæknilega séð að okkur langaði nefnilega til þess að opna vefsjána. Því nú erum við búin að vera að setja upp sem sagt upplýsingakerfi í samstarfi við Veðurstofu Íslands sem að sýnir í rauninni öll vatnslotin sem við erum búin að afmarka og þangað inn fara sem sagt allar upplýsingar, bæði upplýsingar álag og upplýsingar vöktun og þær aðgerðir sem við munum fara í. Og þessi vefsjá og gagnagrunnarnir sem þeim eru tengdir við vefsjána að þau varpa svo út sem sagt, það verið varpað út ástandinu. Þannig að ég ætla að þakka kærlega fyrir orðið og ég ætla bara að minna á vatn.is þar sem að allar þessar upplýsingar sem við höfum verið að vinna undanfarna ár, allar þessar skýrslur og það þau gögn sem að liggja til grundvallar vatnaáætlun eru þar inni. Við tökum við ábendingum til 15. júní næstkomandi og hvetjum bara alla til þess að kynna sér þessar áætlanir. Þannig að ég segi bara takk fyrir og ég ætla að athuga hvernig ég geti skipt yfir í vatnavefsjána. Komið sæl, blessuð María heiti ég. Ég ætla aðeins að sýna ykkur vatn.is.
Vonandi sjáu þetta alls sem vel. Þetta er sem sagt vefsíðan sem við erum að halda úti með öllum þeim upplýsingum sem að varða stjórn vatnamála og þær skýrslur sem eru settar fram og fréttir og allt mögulegt tengt þessu málflokki. Hérna eru líka þessar áætlanir á forsíðunni vatnaáætlun og aðgerðaáætlun, vöktunaráætlun sem eru núna í opinberri kynningu. Þið skulið endilega hérna kíkja á það. Það sem ég ætlaði að sýna ykkur var sem sagt vatnavefsjón sjálf. Hún er hér og þetta er byggt á hérna kerfi frá Noregi í raun og veru, sambærilegu kerfi frá Norðmönnum og við erum að vinna í því að heimfæra þetta upp á sem sagt, okkar íslensku vatnslót. Hérna getið þið farið beint inn í hana og eins og Birna var að segja frá, sé svona þessar grunn upplýsingar vatnslótun okkar. Hér sjáum við umhverfismarkmið þegar þau ástand þeirra og álag líka. Nú aðal svona vinnustikan hérna í þessari vefsjá er þessi blái partur hérna vinstra megin. Það eru upplýsingar hérna sem þið getið lesið ykkur til svona hvað er vatnslót og flokkar vatns og fleira. Síðan er kannski það sem fólk notar helst, þessi svona algengasti fítur sem að flestir eru að kíkja á, það er kortið sjálft. Sýnum ykkur það aðeins. Þá kemur þetta kort hérna upp af Íslandi. Nú þá poppar út þessi hvíti kassi hérna hægra megin og þið getið líka falið hann eftir þörfum. Það sem er svona þægilegast að gera, það er að smella hérna á vatnslót og fá fram alla þessa vatnslótaflokka sem þið sjá hér. Nú ef ég haka hérna fremst þá bara koma þeir allir upp, tekur smá tíma fyrir vefsíðuna að hlaða þeim öllum inn. Þá koma þið þarna öll í belg og biðu hvert í raun og veru ofan á annað. Tæplega 3000 talsins. Nú, það getur líka verið þægilegt að svona aðeins að þess að átta sig á kraðakinn að slökkva á því sem að maður hefur ekki áhuga að sjá. Getum hérna til dæmis tekið út. Ef við ætlum bara að sjá straumvatnið, þá bara tökum við allt í burtu og kíkjum á það og þá sjáum við þessa litlu ræmur hérna út allt. Þetta eru vatnslótin og það er hægt að smella á þau og þá koma þau hérna upp. Það sem ég ætlaði að sýna ykkur þá í raun og veru var Tjörnin í Reykjavík, að við höfum kannski verið svona mest komin inn með upplýsingar úr henni. Sjá hérna, þið séu hérna tjörnina, þá sjáum við þekju tjörnarinnar hér. Nú síðan er tjörnin eins og Birna var að nefna hérna áðan. Það er ákveðið hérna númer sem að hvert vatnslót fær, eins konar kennitala þess vatnslóts. Smellum hérna á hana, það tekur smá tíma að hugsa og hérna kemur þá tjörnin upp til hliðar og þá kemur svona eins konar staðreynd að síða fyrir þetta vatnslót. Hérna eru þessar helstu upplýsingar. Það geta verið ákveðnir svona buggar í vefsjónni, þið rekist kannski á það þegar þið eruð að skoða hana. Þetta er gott fyrir ábendingar ef þið sjáuð eitthvað sem er ekki að passa eða þarf að laga. Ég sé til þetta opnast ekki hjá koma lítil mynd af tjörnir hérna, hefur ekki virkað í þetta skiptið, það virkar stundum. Nú síðan er hérna þessar grunnupplýsingar, það er stærð tjörnarinnar, dýpi, númerið hennar og svo koma upplýsingar það í hvaða gerð tjörnin er og svona upplýsingar berggrunn og fleiri þeimdur. Nú umhverfismarkmiðin eru alltaf þau sömu í raun og veru. Allt vatn á að vera í góðu eða mjög góðu ástandi og við erum ekki komin með vistfræðilegt ástand tjarnarinnar inn. Þetta er eitthvað sem að breytist eftir því sem á líður og við fáum upplýsingar úr vöktun. Það sama gildir í raun og veru hérna efnafræðilega ástandi, það er heldur ekki komið inn í vefsjóna en stefnafræðilegt ástand tjarnarinnar hefur verið staðfest slæmt. Það á eftir að tengja ákveðið kerfi við og þá poppar þetta upp sem í raun og veru rautt þegar það kemst í lag sem nú sem betur fer stutt í.
Það eru ákveðnir álagsþættir sem eru skráðir. Við höfum marga álagsþætti að ræða. Hér eru bara nokkri sýndir og þetta eru álag sem sett á þessi vatnslot vítt og breitt landið. Það eru auðvitað alls konar starfsemi og fleira sem að veldur álagi á vatnslot og svo Birna var að nefna þessar vatnsformfræðilegu breytingar líka. Hér til dæmis er afrennsli þéttbýli. Nú það eru auðvitað flugvöllur stutt frá og fleira í þeim dúr. Þar sem að tjörnin hefur staðfest í slæmu efnafræðilega ástandi þá kallar það á ákveðnar aðgerðir og þær muni hérna með tíð og tíma þá koma inn. Síðan erum við með skjalasafn hérna neðst og hér hægt að vera hlaðin upplýsingum og skjölum og gögnum varðar ástand tjarnarinnar og eftir því sem að vinnuna í raun og veru bara fleir fram. Nú, annað sem ég ætlaði bara svona réttasýningur í lokin. Það eru hérna þessar yfirlitssíður sem að getur verið svolítið gagnlegt að skoða. Það eru svona alls konar hluti sem hægt að kíkja á. Til dæmis getið þið séð hérna öll þessi vatnslot landsins, hversu mörg þau eru. Hér getið til dæmis ef þið viljið bara skoða strandsjóinn, þá getið þið tekið hann sérstaklega út og skoðað allt það álag sem að hefur skráð á strandsjóhlot hingað til. Þetta er auðvitað eitthvað sem á eftir að aukast og það á eftir að koma fleira álag þarna eftir því sem að svona vinnunni framvindur. Hérna til dæmis sjáið í fljótu bragði, það eru hérna fiskveiðar og sjókvíaeldi, þetta er skráð álag sem er skráð á 20 vatnslot. Þið getið þá smellt hérna á töluna 20 og þá sjáið þið þá hvaða vatnslot það eru sem þetta álag er skráð á og þetta eru þá staðreyndasíður þeirra vatnslota. Við reynum að halda við þessum skráningum að því að auðvitað koma fyrirtæki að fara, þannig að það er svona að reyna að halda þessu við jafnóðum. Það er auðvitað hérna, já, áttur að koma fleira þarna inn, svona hægt og rólega. Meira var það nú ekki í bili sem að ég vildi sýna ykkur að þið getið bara skoða þessa sjá svolítið og fikta ykkur aðeins áfram og hérna endilega líka bara láta ykkur vita ef það er eitthvað sem þið rekist á sem að þarf að laga eða bæta við. Við tökum við öllum slíkum ábendingum og það eru svona eins og segja ákveðnir böggar sem að þarf líka að kíkja á og gott að vita af ef þið rekist á. Takk kærlega fyrir. Já, takk fyrir þetta. Heyrið í mér. Það er spurning hvort það hafi ekki borist einhverjar spurningar sem við ættum að allavega að lesa upp og athuga hvort við getum brugðist við þeim. Við eigum smá tíma eftir og það getur vel verið að við myndum einnig bara taka saman þessar spurningar sem hafa borist og svara þeim bara ítarlega. Ég get örugglega brugðist við einhverjum af þeim ef það hafa komið. Já, heyrið í mér. Góðan daginn, þetta er Hólmfríður hérna Umhverfisstofnun líka. Ein spurningi var hérna, eru grunnvatnsflot flokkuð eftir eðli eða tegund grunnvatns, til dæmis ferskt ísalt, jarðsjór eða jarðhitavatn? Nei, þau hafa ekki verið flokkuð svo ítarlega enn sem komið en það er í rauninni í bígerð hjá okkur að vinna frekar með grunnvatnsauðlindina. Eins og ég sagði áðan, þá erum við bæði að tala um köldu grunnvatnsauðlindina og svo heitu grunnvatnsauðlindina. Og það er ákveðin vinna sem þarf að fara af stað varðandi flokkunina á grunnvatninu. Grunnvatnin var skipt upp á sínum tíma töluvert gróft. Þau eru ekki mjög mörg grunnvatslotin, þau eru mjög stór og þeim var aðalega skipt upp eftir því lekt var notuð sem parameter en ekki hvað varðar ísalt og fleiri eiginleika. Þannig að svona almennt séð þá er svarið nei, en það er hægt að finna skýrslu inn á vatn.is sem fjallar akkúrat hvernig grunnvatninu var skipt niður í einingar. Það var góð spurning. Svo kom önnur spurning varðandi skjaldbreið. Hvað er verið að vakta þar og hver er ástæða vöktunar?
Maríanna hafði reyndar, spurt hvort hún getur fengið að sjá vöktunaráætlunina. Maríanna hafði sett inn hlekk á vöktunaráætlunina sem að geta þá vonandi skýrt þetta, en er eitthvað annað, Birna, sem hún myndi vilja svara hér? Nei, þetta akkurat líka mjög góð spurning. Skjaldbreiður hefur verið vöktuð til þó nokkura ára og sú vöktun og það akkurat í bígerð núna að yfirfæra og fara yfir þau atriði sem verið að vakta þar og bæta við þeim efnum sem þyrfti að mæla þar til þess að uppfylla kröfur stjórn vatnamála. Við erum ekki með sérstaka vöktunaráætlun fyrir skjaldbreiður enn sem komið akkurat vegna þess að þetta í vinnslu og einmitt ein aðgerðunum. En ég myndi vilja bregðast einmitt við þessari spurningu með því að setja skriflegt inn hvaða efni það nákvæmlega sem verið að vakta. Við eigum það til hjá okkur, ég bara ekki með það fyrir fram mig. Síðan spurt varðandi vöktun. Er hægt að treysta fyrirtækjum fyrir vöktun? Væri ekki betra að vöktun sé í höndum óháðra aðila en fyrirtæki síðan greiði þá kostnaðinn við vöktunina? Já, einmitt. Þetta er líka góð spurning. Sko, nú það þannig að vöktun, hún fer svolítið, sá sem framkvæmir vöktunina, það eftir einmitt tilgangi vöktunarinnar. Þannig að það á ábyrgð ríkisins að vakta einmitt þetta viðmiðunarástand sem við vorum að fara yfir áðan. Þau vatnslot sem ég sýndi og eru tilgreind sérstaklega í vöktunaráætlun eru þau vatnslot sem við erum að fylgjast með þessu grunnástandi. Svo það náttúrulega þannig að á einhverjum stöðum álag og álag vegna þess að það eru fyrirtæki sem eru þá að nýta auðlindina og þau bera ábyrgð á því í gegnum sín leyfi að sýna fram á það sé ekki verið að leggja þetta álag á auðlindina. Þau sé ekki að menga nú mikið, þau sé ekki að taka of mikið vatn. Og fyrirtækjunum að sjálfsögðu alveg treystandi til þess að stunda þessa vöktun en að sama skapi að þá eru náttúrulega stjórnvöld líka ábyrg gagnvart fyrirtækjum að fylgjast með að allt sé gert bæði samkvæmt þeirri aðferðafræði sem að fyrirtækin eiga að nýta til þess að skila inn niðurstöðum og að fara yfir niðurstöður og sjá hvort að þær séu ekki trúverðugar. Í flestum tilvikum það líka þannig en það eru ekki fyrirtækin sjálf sem eru sjálf að stunda vöktunum, þau fá einhvern aðila til þess að stunda vöktunum. Geta verið náttúrustofur, það geta verið verkfræði, skrifstofur og svo framvegis. En þetta kerfi sem að byggir í rauninni á mengunarbótareglunum og því að það sé ekki almenningur sem borgi fyrir fyrirtæki sem að eiga að skila þessum niðurstöðum til okkar. Það eru fyrirtækin sjálf sem standa kostnað af vöktun og til þess að við getum sannrænt þessar niðurstöður að þá ábyrgðin líka hjá stjórnvöldum að fylgjast með og búa til kerfi þannig að sé hægt að fara yfir niðurstöðunar og að þær séu sannreyndar. Þannig að þetta kerfi tala bara saman, stjórnvöld versus fyrirtæki. Já, og síðan næsta spurning. Hefur verið unnið áhættumat vegna hugsanlegs hraunrennslis yfir vatnsból fyrir höfuðborgarsvæðið? Er hugað að vara vatnsbólum ef stór og mikilvæg vatnsból verða ónotað vegna mengunar eða hraunrennslis? Já, þetta mjög aktúal spurning og ég ljósi þess að eldsumbrota núna á suðvesturhorninu og það stöðug vinna í gangi bæði hjá í rauninni þeim hjá almannavörnum að fylgjast með því að slíkar áætlanir séu gerðar og núna þegar að seinustu jarðskjálftahrynur og mögulega eldsumbrot voru til umræðu að þá var þetta eitt af þeim atriðum sem var rætt hjá almannavörnum og við komum meðal annars að þeirri vinnu ásamt náttúrulega bara þeim viðbragðsaðilum sem að koma að þegar að ræða náttúruvá og það eru ýmsir aðilar sem eru kallaðir til og þetta hefur verið skoðað og ég er í stöðugri uppfærslu ef svo má segja. Þannig að það er hægt að svara þessu játandi og neitandi. Þetta er bara vinna sem er sífellt í gangi eftir því sem aðstæður breytast. Já, takk. Svo síðustu þá kom inn athugasemd frá sérfræðingi hjá
Veðurstofu Íslands. Mér langar til að benda á að vatnasjáin er einmitt, eða vefsjáin okkar er einmitt í umsjón hérna Veðurstofu Íslands, en þau benda á að vatnavefsjáin hún var nýlega uppfærð, en það er nauðsynlegt að hreinsa skyndiminni vafrans til hún virki eins og til er ætlast. Ávitum við það? Algjörlega, einmitt. Bara takk fyrir það ábendingu. Og hérna, já, þetta kerfi eins og Marianne sagði áðan einmitt er í stöðugri uppfærslu og við erum að vinna svona að því að koma þessu hérna upp þannig að þetta verði sem aðgengilegast fyrir alla. Takk fyrir þessu ábendingu. Já, þá held ég að þetta sé bara komið. Það okkur hafa ekki borist fleiri spurningar, en eins og ég sagði áðan að hérna, við erum búin að nótera hjá okkur alla spurningar sem við fengum og við munum hérna skrifa niður svona kannski aðeins ítarlegri og greinar betri svör við þeim spurningum sem að þið settuð inn, og kannski sér í lagi hvað varðar skjaldbreið. Ég myndi vilja hérna svara þeirri spurningum með þeim hvaða parametrar það eru sem eru verið að vakta þar. Þannig að ég held að ég noti þá bara tækifæri núna og þakka ykkur kærlega fyrir áheyrnina og hérna vonandi hefur þetta allt komist þokkalega til skila þrátt fyrir smá vesen á tæknilegu hliðinni til að byrja með, og ég bara hvet ykkur aftur til þess að fylgjast með og fylgjast með vatn.is og þeim upplýsingum sem við erum að setja þar inn. Þannig að takk fyrir kærlega.